hér við rauðaborðið hjá mér hún Gunnhildur Hlöðursdóttir í innslaginu sjúkrasögur. Velkomin Gunnhildur. Takk. Við ætlum aðeins að fá að heyra sögunana Gunnhildar. Við erum með þessi innslög núna svona aðeins til þess að taka stöðuna á því sem að svona bara margir þekkja, veikjast og gangi gegnum oft erfiðleika, þurfa að glíma við kerfið og annað. Og við erum svona aðeins að skoða hvað gerist og hvernig kemst fólk í gegnum þetta og kerfið að grípa fólk og annað. Og ég ætla bara að byrja á því að spyrja þig Gunnhildur, hvernig varstu yfirleitt alltaf heilsuhraust eða? Já, alltaf mjög heilsuhraust. Alltaf mjög heilsuhraust. Já. Þú veikist í rauninni seint. Þetta greinist, mín lúnaþemba, hún greinist seint. Hún mörg ára grassera í manni áður en hún greinist, sem bara með, maður veit eftir á, hósta, sýkingum, mæði. Og ég greinist ekki fyrir 2015 þegar ég veikist mikið og bara flutt með sjúkrabúl á spítala. Varstu þá komið með lúnabólgu? Nei, þá bara var ég komin í andnætt. Andnætt? Já. Og gerði mér í raun og veru enga grein fyrir hvað það væri að gerast. Nei. Varstu á vinnumarkað á þessum tíma? Já. Þú varst þá í fullri vinnu? Já. Og svo bara gerist þetta bara eftir vinnu á kvöldi til eða mótni? Þetta var á kvöldi til. Ég var búin að finna fyrir svolítið áður. Ég veist hvað væri eiginlega í gangi. Þetta var erfitt með að anda og svona. En ég held bara að ég væri að fá enn eitt kvefið. Já. En þetta gerist á kvöldi til og ég var sett þarna í ytri öndunavél. Það var eitthvað orðin frekar slæm og náði mér upp í henni og lá svo einhverja daga inn á lúnadeildinni. En þú þurftir alveg að fara í öndunarvél? Já, svona ytri. Það er stigið sem á undan því að lenda í öndunarvél á gjörgæslu. Já, svoleiðis. Já. Okay. Þannig að það til einhver þá vél sem að hjálpar manni? Já, bara sem blæs loft í raun og verið bara ofan í þig. Já, einmitt. Já. Já. Og fóru þér að líða betur, þú fær greiningu samt þannig upp á spítalaði við þetta eða í kjölfarið? Í kjölfarið fæ ég þessa greiningu og bara, ég tók þetta ekkert rosalega alvarlega í byrjun, ég hélt bara áfram mínu lífi eins og ég hefði gert og veikist aftur stuttu seinna og þá... Svona alvarlega líka? Já. Og þá þurfti, nei ekki svona alvarlega, nei. En þá þurfti ég svona aðeins að fara að skoða mig hvað ég væri að gera það sem að ég mætti ekki gera og það voru reykingarnar sem að ég þurfti að bara slökkva í og hætta. En skaðin skeður og þetta ekki, þú tekur þetta ekki tilbaka þó þú hættir að reykja. Þú getur stoppað á þessum stað. En það hefur ekki gerst með mig, ég líka þrjóskast við og held áfram að vinna alveg þangað til í janúar 2019. Já. Og mælt með því að þú myndir hætta? Já, það var mælt með því og ég fór, notaði var mjög góða vinnuveitendur og gat nýtt mína veikindadaga þannig að ég var í 60-70% vinnu, fór eitthvað í fullt starf og svo bara koma því að það bara sagt bara núna er komið að því. Núna þurftir bara að hætta? Ég þurfti bara að hætta, já. Hvernig leiði með það? Hræðilega, bara hræðilega. Og maður vill geta hætt á sínum eigin forsendum og líka ég er 60 og það er ekkert rosalega langt í eftirlaun. En það var ekkert það ræða, ég var bara ekki svo vel að hætta. Og þá er bara staðan orðin bara einhvern veginn þannig að maður heldur bara bæði, bara að það bara sé allt búið, hætt að vinna, koma með sjúkdóm, vita í raun og veru opbúslega lítið mann. Því ég var ekki, ég var svolítið þrjósk við það að fara, vissi í raun og veru ekki hvert ég ætti að leita mér upplýsingar, og vildi ekki hafa samband við samtök lúnarsjúklinga. Það fældi mig frá þetta sjúklingana
Já, þú vildir ekki vera einhver sjúklingur. Ég vil ekki vera sjúklingur, nei, ég ekki sjúklingur. og það var ekki fyrir en sko 2018 sem ég dregin á félagsfund hjá þeim. Og síðan ég bara búin að vera þar, bæði í dag varaformaður þar og já. Þú fékkst alls konar upplýsingar bara endurhæfingu eða ekki líka? Jú, ég fekk það allt frá mínu lækni og mínu hjúkrunarfræðingi upp á A3. Já. Og það sko heilbrigðiskerfi gagnvart mér hefur alltaf verið gott. Ég hef með góðan lækni, bæði lúnalækni, heimilislækni og svo göngudeildin upp á A3. Og ég hef alltaf getað haft samband við þau ef eitthvað kemur upp á. En hræðslan svo mikil að fá þessi sömu einkenni og komi í byrjun. Því að þetta bara, hugsunum mín bara, nú ég bara að drepast, það bara þannig. Já. En svo lærir með tímanum að þekka inn á þig og veist hvað þú átt að gera. Ég fór til dæmis í fyrsta skipti í líkamsræktarsal, eða hægt að kalla það HL-stöðina, þegar ég var 2015 sjálfsagt. Þá hefði þeir eru með endurhæfingu fyrir hjarta- og lungnarsjúklinga og þetta fannst mér bara að fara í hjól og fara í æfingar og eitthvað. En þetta bara það sem bara það sem þarf að gera. Þetta bara þarf að gera. Og þjálfa maður lungun og þessi líkamlega heilsa og æfingar sem að ég halda manni bara svona, eins og ég segi, ég oft bara ágætlega góð, ég ger ekkert stóra hluti eða á ekki að gera einhverja stóra hluti en það tekur líka tíma að venja sig af því að gera allt sjálfur. Já, fá aðstoð, biðjum aðstoð. Og ég enn bara með það í haustum að ég geti gert hlutina sjálf. Og ég geri það stundum. Já, En hvernig, þú ferði í einhverja svona endurhæfingu þarna eftir? Já, ég fer í endurhæfingu upp á Reykjalund í febrúar 2016. Og það var bara dásamlegt. Ég fekk að vera þar í 6 vikur. En hélt samt að ég væri nú svo góða, ég væri bara eins og ný og rauk beint í fulla vinnu leið og ég kom þaðan. En það náttúrulega bara dróð dilka eftir sér og ég var komin í 60% starfum sumarið. Og síðan... Hvað gerist? Hvernig breyttist síðan hlutinir? Þú ert síðan bara örorku skrifuð þetta ekki? Jú. Og það breytist bara svo... Það breytist svo margt. Það bara líkamlega hæfnið þess að gera eitthvað. Hún verður svo lítil. Bara við það að taka úr þvottavélinni að þá bara stendur ekki lappirnar, þú bara stendur á öndinni og þú ert svo móð. Og ég endaði í eitthvað sem ég ætlaði, ég horfði á fólki upp á Reykjalundi með súrefnið með sér og var að æfa með sitt súrefni og ég ætlaði aldrei að lenda í þessari stöðu. Það var að drösla með súrefni? Nei, bara aldrei. En 2018 þá fæ ég súrefni til að nota þessi í hreyfingu og á nóttinni. Það var erfitt að kyngja því. Það var erfitt að kyngja því og tók langan tíma að láta sjá sig með það úti. Já, einmitt. En ertu búin að svona sættist auðvitað? Já, ég veit alveg ég veit alveg hvað gerist ef ég fer að vesinast eitthvað súrefnislaus eitthvað staðar. Ég get alveg fyrir í búð og leið og kerfunni og verslað en svo það bara pókarnir að þeir síga í. Já, einmitt. En það. En hvernig hvernig að þurfa að nota súrefni? Þarftu ekki alltaf að vera að passa að eiga súrefni? Nei, ég er með Nei, ég er með ferðavél sem bara býr til súrefni úr loftinu. Já. Bara svona lítil ferðavél. Og hana ég nota hana ef ég er að fara í göngutúr, ef ég er að fara í búðir og svona allt sem er fyrir utan heimilið. Og svo er ég með stóra vél heima með einhverju margra metra slöngu þannig ég get labbað alla íbúðina með súrefnið. Og ég nota það töluvert. Ef ég er að gera eitthvað þá nota ég súrefnið og svo alltaf á nóttinni. Einmitt.
En þá ertu með vantarlega einhverja svona svefngrímu eða eitthvað svo Nei, þetta bara í nefið. Já, þetta bara súrefni í nefið sem skrúfa frá. Bara eins og á sjúkrahúsum, það súrefni, nei. Þetta ekki það, þetta sé eitthvað rúslega ábyrgandi. Og það ekki, ég meina, er þetta ekki bara frábært hjálpatæki þegar maður svona? Það það. Þetta gerir þig kleift að gera svo marga hluti. Já, og þú getur gert fullt meira eða væri bara skilningur. Já. Og svona, skilningur hjá Ríkjubæ. Já. Eins og bara ef ég nefni til dæmis sundlaugar. Já. Ég get ekki farið í til dæmis vassleikfumi nema upp á Reykjalundi af því það er hvergi boðið upp á súrefni í sundi nema þar og við erum búin að hafa samband við sundlaugar og jú, við gætum kannski komið með eigin kút en þá það að drösla því út úr bílnum í hvert skipti og stilla því upp þannig að velt ekki og þannig að það eiginlega ekki kostur. Nei. Myndi þurfa að vera þá, þú veist, hvernig ef það væri súrefni eins og eru bara Reykjalundi, hvernig það þá? Það þyrfti bara að vera stór tankur og það sem alltaf sé ekki 4-5 svona kranar held ég bara í vegnum á Reykjalundi og það geta margir verið í varsleikfum á sama tíma með súrefni. Auðvitað þessi slanga eitthvað að þælast fyrir manni, það bara eitthvað sem að þú venst. En þetta þyrfti náttúrulega bara að vera í öllum sundlögum. Þetta þyrfti að vera í öllum sundlögum eða þá að þeir væri bara með kútar sem að þeir væri sjálfur með og gætu bara afhent við bara sundlega bakkan í þannig kerru að maður er bara fullvissum það að hún er ekki að fara á neitt. Af því að varsleikum eitt af því besta sem þú gerir fyrir líkamann og því líður bara svo vel á eftir, getur gerst svo marga hluti í vatni. Já, nákvæmlega. Já. En hvernig breyttist lífið þitt svona fjárhagslega við að veikjast? Það breyttist ansi mikið. Já, ansi mikið. Og svo sérstaklega eftir ég varð ein, þá að hafa lífeyrissjóðum minn, ég fæ alveg svona sæmilega tekjur úr lífeyrissjóðunum en það er ekkert til þess að hrópa neitt húrra fyrir þegar þú ert þarft að greiða húsalegu og bara alla reikningar sjálfur, það er enginn sem greiður á móti þér. Já, þannig að og þú náttúrulega fylgir þessu ekki einhver svona kostnaður að vera þurfa að fara þetta allt niðurgreitt? Já, það sem sagt ég fæ niðurgreitt hjálpatæki, ég fæ hjálpatækin frá sjúkratryggingum en svo náttúrulega lyfin, þau eru bara það er náttúrulega hámark á þeim og þannig að það er ekki rosalega stór póstur þanniglega séð. Ekki þegar þú þarftu að taka mikið af lyfjum líka? Já, nei, í raun og veru ekki. Ég er með innöndunarlyf og pensilín. Þú er alltaf á pensilín? Ég er alltaf á pensilín, já. Það er svona eitt partur af þessu sjúkdómi? Já, það er eitt partur af meðferðinu. Svo er ég í lyfjagjöf út á ónæmiskerfi einu sinni í mánuði. Já. Og þetta hefur haldið mér bara þó nokkuð góðri. Ég hef ekki fengið svona sýkingar eins og ég var bara með trekk í trekk. Já. Hvernig eins og félag lúnasjúklinga Lúnasamtökin. Nei, Lúnasamtökin. Lúnasamtökin. Já. Hverju eru þið að sinna þarna? Við erum að sinna okkar félagsmönnum og það er það sem við höfum verið að gera núna bara undanfarin ár. Það er að ná til félagsmanna sem eru nýgreindir. Já. Og vera með jafningjafræðslu og hitta fólkið og svona sýna þeim fram á það að ég líti ekkert út fyrir að vera lúnasjúklingur á súrefni. Nei, og það lífið er ekkert búið þó að margir haldi það leið og fá þessa greiningu því þetta er þegar þú fær greininguna þá ertu orðið svo mikið veikur. Já. Það er svona og þú ert hættur að geta labbað upp stiga og labbar ekki upp brekku sem að aðrir sjá ekki eins og það sé brekka. Nei.
og við höfum gert og erum að reyna að efla samtökin í bæði að fólk mæta á félagsfundi, við gefum út blað og á félagsfundunum erum við með fræðslu í annarkvæmt mánuð og svo skemmtun hinn mánuðin. Við erum með bingo og félagsvist og svona bara, ef það kemur upp ástunga með eitthvað skemmtilegt þá reynum við að framkvæma annað. Þannig að fólk getur líka fengið svona félagskap og einhvers svona félagslíf. Algjörlega og líka það sko við erum með opna skrifstofu einu sinni í viku frá 11 til 3 á mánudögum en við erum alltaf með símanopin. Hvað fólk yfirleitt gamalt þegar að greinast með lúnaþembu? Fyrst fannst mér þetta bara vera sko gamalt fólk. En svo ég sko þegar maður fer að fara meira inn í að vinna í þessu og þá sér maður að það sko það mikið eða þó nokkuð af ungu fólki sem hefur veikst og þá bara það mikill misskilningur að allir lungnasjúklingar séu fyrirverandi reykingamenn. Það sko fullt af lungnasjúklingum sem með meðfædda lungnasjúkdóma. Það eru lungnasjúklingar sem unnið í slæmum efnum, bændur og þetta svolítið atvinnutengdir. Já, og það svolítið fordómar gagnvart lungnasjúklingum og því yngri sem sko fólk ég meina þú ert að horfa á eins og í síðasta blaðuna hvað 34 ár minni með gamla mann sem bara allt í einu veikist af einhverju mjög sjaldgæfum lungnasjúkdómi. Þarf að hætta að vinna með konu og mann einhvers í 2-3 börn og það í raun og verið ekkert hægt að gera fyrir hann nema það bara lungnaskipti og aldrei hefur þessi maður reykt eða eitthvað en hann smiður og það bara alveg nóg til þess að hann hefur jafnvel verið bara í einhverjum efnum eða þá að þetta sé erfðatengt. Og það bara, en ég sé alveg sko núna til dæmis eins og bara Reykjalandi er mikið að yngra fólki. Svona yngra, svona milli kannski 40-50. Þú ert að koma í rauninni af Reykjalandi? Já, ég var í 3 vikur núna og náðu mér bara mjög vel upp. Hvernig hefur eitthvað verið að koma inn í félagið svona fólk COVID hóparinn með lúnaþembu eða það ekki einn af... Það sko, lúnaþemban ekki, þú farð hann ekki af COVID en hún getur uppgötast. Þú getur, út frá COVID. Já, vegna þess að lúnaþemba, hún getur verið að grassera í þér í sko 10, 15, 20 ár. Já, þetta mjög svona hæggengur sjúkdómur. Og þú finnir í raun og veru ekki, þú ferð að finna fyrir svona á síðari árum, sko mikinn uppgang og mæði og þreytu og svona. En þetta ekkert sem að sko að gerast skyndilega en þú finnur fyrir því skyndilega. Og hvað ég meina, er fólk að deyja úr þessum sjúkdómi síðan? Já. Þetta svona lífshættulegu sjúkdómi. Já, hann það. Þú verður að vera sko, þú þarft að vera passa þig á að vera í góðu formi og borða hollt og sofa, taka lyfið þín og þá getur alveg, ef þú ferð eftir þeim ráðum sem þið eru ráðlegt, þá getur alveg lifað ágætis lífi. Ég ekki að fara að klífa fjöll. Nei, en þú ekki að fara að skokka upp á Esjuna. Nei, en ég get spila golf ef ég er í golfbíl. Já, og ég er ekki svo fljótasta en ég get það og það ekki þar með sagt að fólk þurfa að hætta öllum áhugamálum. Nei, en þú verður bara að setja það takmörk. Ég til dæmis get ekki skúra heima hjá mér nema sitjandi á rassinum og bara mjaka mér áfram með tuskuna. Gerirðu það? Já, ég geri það stundum, já. En þú áttu ekki rétt á einhverju svona heima þrifum eða? Jú. En það eitthvað samt ekki nóg mikið það? Það bara til háborina skammar. Það bara, og ég skil ekki, það alltaf verið að tala sko að draga úr þessu þjónustinu vegna þess að skjólstæðingar eiga að gera sko meira með. Já, sjálfur. Já, og ég bara, sko, þú ert ekki öryrki eða gamalmenni af því að þú og ert með heimaþjónustu bara ganniðinu. Nei,
og það bara, og það alltaf verið að sko taka af, það til dæmis ekki þurrkað af heima hjá þér. Það tekið baðið og það tekið gólfin og það skipta rúminu ef það inn í pakkanum. Það ekki þurrkað af hurðum eða rofum eða neinu, sko, og þetta eiginlega bara svona, jú, ég rosalega ánægð með að fá sko baðið þrifið og gólfið skúra hjá mér. Ég mjög ánægð með það, en ég hefði alveg viljað eitthvað sem að gerði eitthvað aðeins meira. Já. Er ekkert svona fyrir jólin eða eitthvað svona sérstaklega bóðið upp á einhverju svona? Nei, ég fikk til dæmis ekki þrif núna fyrir jólin af því að það var ekki til manneskja til þess að koma til mín. Já, þannig að svo það líka vandamál. Það sko vandamál, það veikindi og það vantar fólk, það virðist ekki mega ráða, fleira fólk í þessa þjónustu og ég var bara, ég spurði hann líka að því þegar hún hringdi í mig, ég á bara að vera með skítugólf á jólunum. Já, bara því miður. Hvað það? Já, víst þessi þjónusta mjög léleg, bara heima þjónustan í Reykjavík mjög léleg. Já. Þarftu eitthvað svona við að fara í búðir eða getur þú það alveg sjálf? Ég gerir það alveg sjálf. Já. Ég alveg með mínar aðferðir við að hérna. Nú að þeir svona Já, ég með göngugrind og hún stundum vel hlaðin þegar ég að koma úr búðinni. Því ég nýti hana mjög mikið til þess að bara færa á milli ef ég að fara niður í geymslu eða niður í rusli eitthvað, þá ég yfirleitt með bara held í grindina og svo pókana og maður læri bara að bjarga sér. Var það hlýtur nú að hafa verið líka eitthvað svona? Það eitt sem ég ekki... Sjá sína göngugrind. Já, en það eitt sem ég get ekki vanið með á, það að hægja á mér. Já. Það rosalega erfitt. Já. Eitthvað sem maður vanur að gera sko í 60 ára við alltaf alltaf að flýta sér og gera sér mest og eiga svo allt í einu og fara bara sest þú nú bara fyrir og ég skal gera þetta fyrir þig. Nei. Já, en það sem ég fikk líka rosalega erfitt og það alveg, það talað það til dæmis í okkar stjórn. Það af hverju fólk hefur svona mikla fordóma gagnvart lúnarsjúklingum. Sko, ég oft spurð bara af fólki sem ég þekki og þekki ekki hvað að þér? Og ég segi ég með lúnaþembu. Já, rekturu. Og þetta eins og þetta sé sama sem merki á milli lúnasjúkdóma og reykinga sem ég alveg seg það. Ég get alveg viðurkennt það. En það bara ekkert, það ekkert allir. Nei. Og það svona og ekki hægt að reykja. Já, en það náttúrulega búið að hamra svo rosalega þetta játnæmið með þessa lífstílsjúkdóma Já, það nefnilega fleiri lífstílsjúkdómar heldur en lúnasjúkdómar sem eru áunnir. Já. Það fullt af sjúkdómar sem eru áunnir. Já. En svo líka sko margir af þessum sjúkdómum sem eru kannski ekkit endilega áunnir. Nei. En þú veist, það hefur alltaf ofta eitthvað svona ýmislegt áhrif en ekkit endilega. Nei, og ef það með eitt sjúkdóm bara til dæmis eins og lúnasjúkdóm það kemur, ég meina sko þeir byrja já. Það fylgni á milli yfirleitt sko. Já, það það þannig að þú komið einn af mjög mikil meiri möguleika til dæmis hjartasjúkdómi með lúnasjúklinga og svona. Ertu með það í lagi? Já. Eitthvað púls sem eitthvað á hári en það bara eitthvað sem maður bara étur pillur. Já, þá bríður bara pillur. En annars ég bara, ég sko eðlisfæri mjög hraust og eins og ég segi, ég hef verið mjög hraust undanfarin ár ef ég passa mig. Svo bara ein sýking núna í februar, februar, að hún gerði það verkum að ég er búin að vera sko mjög ónýtt síðan ég fekk þá sýkingu. Þú þarft að passa því í rauninni kannski ekstra vel. Já. Eins og í COVID-inu og allir þessu líka. Já, ég ekki búin að fá COVID. Nei, þú sloppið við það. Já. Það nú ótrúlegt. Það ótrúlegt, en það eru margir lúnasjúklingar sem hafa sloppið við
COVID og það er náttúrulega líka bara við pössuðum okkur mjög vel og erum svolítið mikið á sprittinu og erum ekki innan fólk sem er veikt og bara okkar ættingjar vita það menn það þýðir ekkert að bjóða okkur í mat ef einhver með flensu á heimilinu. Virðir fólk það, finnst þið? Já, svona nánasta fólkið, það gerir það og vinir og svona, það gerir það. Það er ekki algengt að einhver komi í heimsókn sem er ekki sýktur af einhverju. Já, það gerir það og eins á okkar fundum og svona, fólk hættir við af því að það hafi heyrst að það var eitthvað COVID, smittum var að fjölga og er bara hrætt við að vera innan mikið af fólki. En þetta er bara mjög alvarlegu sjúkdómi fyrir okkur. Já. Hvað er fólk yfirleitt að svona eftir greiningu að halda heilsu lengi? Það er rosalega misjafnt. Það er alveg óbúslega misjafnt. Sko, mínar mælingar eru betri í dag, sem sagt öndunamælingar eru betri í dag heldur en þar voru til dæmis 2020. Og það bara segir það að ég er fyrir að þekka líkaminn það vel og ég finn fljótt ef ég er að fá eitthvað fjandan í mig að þá sko veit ég alveg nú er komin tíma á það að fara í steran eða ringja og vita hvort það vil taka blóðpröfið eða eitthvað. Og það er bara svo nauðsynlegt að sé gripið inn í strax þannig að verðið ekki að ykkur meir. Þannig að fólk einhvern veginn bara þarf að þekkin og sjálfa sig, þekkin og sjúkdómi sinn og bara svona passa sér rosalega vel. Já, og vera bara í góðu sambandi við sín lækni. Já. Og það er náttúrulega bara, það er bara alvarlegt líka ástandið í heilbrigðisþjónustunni eins og bara með heimilislækna vegna sko fyrsti viðkomustæður er heilsugæslan. Og ég bara heyra allt og marga sögur af því að það er engin, það er bara já, þú vinnur úr þessi sjálfur og það kannski, ég veit ekki hvort það sé tímaskortur, þekkingarleysi eða hvað, en fólk hefur bara orðið mikið veikt vegna þess að heilsugæslan hefur ekki viljað, ég bara kannski gerir sér ekki grein fyrir hvað alvarlegt þetta er orðið. En við bendum það bara á að gera hringi í síman okkar og vita hvað við getum hjálpað með. Og það gaf mér óbúslega mikið þegar ég fór inn í þessi samtök hvað ég lærði mikið sjálfa mig, lifin og fólk hlæjandi og skemmta sér og fara til útlanda og til tenni og allt saman af því þetta er allt hægt. En það er náttúrulega bara undirbúning. Þú bara pattar ekkert með í kvöld og allar fara á morgun. Því þú þarft undirbúning, þú þarft að hafa súrefni úti. Þetta svo kallega heimasúrefni. Þú mátt ekki flytja það með þér í flugvél. Nei, þú mátt ekki stóru 15 kíló á vélina. Þú flytur hann ekki með þér. Og svo það er bara í ólestri, ef ég bara á að segja svo það bara í ólestri, sjúkratryggingar með þau mál. Að við þurfum sjálf að aðrisera því að finna eitthvað fyrirtæki í útlöndum sem að getur leigt vélar og síðasta dæmi var í Danmörku og það var bara 140.000 krónur fyrir 12 dagar sem að viðkomandi þurfti að leggja út fyrir. Í öðrum löndum er það bara reikningur sem sendur beint á sjúkratryggingar. Og þetta er eitthvað sem þyrfti að skoða rosalega vel að við þurfum alltaf að hafa fyrir svo miklu. Það við getum ekki gengið að hlutunum svona bara já. Hvað er það eiginlega? Ég bara veit það ekki. Það er svona eins og við séum bara svona Já, ég er alveg búin að setja upp eitthvað velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi. Já, og það er bara ekki að virka að mínum mati, það er bara alls ekki að virka og það minnst alltaf verið að skerða það þjónustu allstaðar. Nú er til dæmis Lindi sem hefur séð vélar og súrefni á kútum sem margir eru bara með í bílunum hjá sér. Fólk er að fara í veiðiferðir með kútinn sinn, það er allt hægt. En nú þeir búin að skerða þjónustuna þannig að þú getur ekki farið upp í Lindi og sótt hvort sem það eru súrefnisgleraugu
eða hérna súrefniskútar, nú er búið að skerða það þannig að þú verður að ringja og láta senda allt heim og með við að þú kannst bara farið af því þið vantar þetta og sóta að þá er þetta nú þarf þetta að bíða í nokkra daga já og festa þig heima ég menn þú skilur ekki eftir súrefniskúta bara út á gangi ef enginn er heima en það er eitthvað svona ég veit ekki hvort að sé að þið verum lungnasjúklingar, ég veit ekki hvað það er sem að hérna, af hverju við fáum ekki betri þjónustu heldur en þetta en það er bara áttum mál hjá okkur það er bara áttum mál að fólk geti gengið að því vísu að geta hérna fengið sitt súrefni úti að svo borga sjúkratryggingar ekki súrefni í flugi ef þú ert að kaupa ef þú þarft súrefniskút og þarft að kaupa hann af Icelandair að þá borga hérna, sjúkratryggingar ekki það súrefni sem þú notar í háloftunum Nei, eins undarlegt eins og það er það því þá ert ekki á landinu þá ert ekki á landinu ég veit ekki hvað þú ert þá Nei. Það er svona, þannig að það eru ýmis baráttumálin það er fullt af baráttumálum, fullt af þeim og svo náttúrulega kannski bara berjast gegn fordómanum berjast gegn þessum fordómum það er bara, Herðu, takk innilega fyrir að gefa okkur innsýn inn í þetta Gunnhildur og bara gangið þið vel og gangið ykkur vel í samtökunum líka Takk fyrir það